Ágætu hlustendur, það Íslandssagan sem heilsar og í dag umfjöllunarefnið Kristnitakan eða Kristnun Íslands og viðmælandi minn Haraldur Hreinsson, dósent í guðfræði við Háskóla Íslands. Þetta verður fyrsti þáttur af tveimur kristni á miðöldum en í næstu viku kemur til minn Steinunn Kristjánsdóttir, fornleifafræðingur og mun ræða klausturhald á miðöldum. Nú, mér mikil ánægja að greina frá því að við erum komin með okkar fyrsta samstarfsaðila og það Jónsbók, ekki lögbókin frá árinu 1281, heldur íslenskt fyrirtæki sem býður upp á gervigreindarlausnir á sviði lögfræði sem nýtast við hvers kyns lögfræðitengda vinnu, hluti eins og rannsóknir, skjalagerð og samningayfirlestur og býður upp á beina tengingu við Word, Outlook og skjalakerfi á borð við OneDrive eða SharePoint. Nú, Jónsbók notuð af leiðandi lögmannsstofum, stóru fyrirtækjum sem á hinu opinbera og ég hef sjálfur aðeins verið að nota Jónsbók núna til þess að glöggva mig á ýmsu praktísku og það hefur komið mér skemmtilega á óvart hvað hann býður upp á áreiðanleg svör með vísun í heimildir og talar góða íslensku. En áður en lengra haldið, þá vildi ég líka minnast stuttlega á styrktarsvið þáttarins patreon.com/Íslandssagan en þar geta allir gerst bakhjarlar hlaðvarpsins og hjálpað okkur að koma Íslandssögunni á framfæri í hlaðvarpsformi og langtíma markmið að framleiða allavega 30-50 þætti sem ná yfir alla Íslandssöguna og þarna inni til að mynda að fá aðgang að leslistum sem ég sér snýð fyrir hvern þátt. En sem sagt, efni dagsins Kristnun Íslands. Nú, margir þekkja hérna klassísku sögu hérna svokölluðu kristnitöku árið 1000 sem fengin úr Íslendingabók Ara fróða, þar sem kristniboðar voru sendir frá Noregi og Þorgeir ljósvetningagóði lagaðist undir feldinn á meðan hann var að hugsa það hvort Íslendingar skyldu gerast kristnir eða ekki. En hér reynum við að skoða þetta í aðeins starra samhengi. Í fræðunum núna yfirleitt talað kristnun eða á ensku Christianization, ferli sem að átti sér stað yfir langan tíma og átti sér ýmsar orsakir, skýringar og afleiðingar. En ég byrjaði mitt á því að spurja Harald út í þessa klassísku frásögn og hvernig hún rímar við nútíma fræði kristnun Íslands. Þá erum við yfirleitt að tala þessa frásögn sem við sjáum í Íslendingabók Ara fróða og þetta svona þessi frásögn sem við þekkjum mörg það hvernig svona, hvað við segja, kristnin var svona samþykkt af Íslendingum og þetta svona bara, hún berst í rauninni, það hérna berst í rauninni frá Noregi, það hérna þessi hugmynd Ólafur Tryggvasyni, að kristnir þurfa líka að fara til Íslands og að þar taka menn við þeim boðum, og hérna hafði svo sem verið einhver svona trúboðsstarfsemi í gangi líka, en síðan náttúrulega svona aðal moment í þessari frásögn sem sagt þessi þetta þing og þá erum við náttúrulega að tala árið 1000. Hefur þetta verið rætt fram og tilbaka, þetta 1000, þetta 999 eða þannig, en þá það þessi mikla umræða, eiga Íslendingar að vera kristnir eða ekki. Svo þessi áhugaverði aðili sem að fengið til þess að leysa úr málinu, Þorgeir ljósvetningagóði, lögsögumaður, fer til feldinn, dvelur þar í ókveðinn tíma og kemur síðan undan feldinum með þessa lausn að Íslendingar skulu fólki sem býr á þessari eyju skulu vera kristið með svona einhverjum undantekningum að það megi borða hrossakjöt og blóta laun og eitthvað svona. Þannig að þetta svona
þessi frásögn sem að við sem við þekkjum og það sem hefur fylgt kannski þessari frásögn sko þessi áhersla á að þetta var friðsamlegt þó að verið einhver svona spenna og einhver kannski einhver svona átök og í undanfaranum að þessu þinghaldi en áherslan hefur alltaf verið svona þetta var friðsamlegt friðsöm trúskipti sem að svona ólíkt því sem að kannski við þekkjum úr á öðrum vettvangi í miðaldasögunni þar sem að þessu fylgdi oft ofbeldi og blóðbað. Já. Hvernig svona stendur þessi frásögn í samhengi við til dæmis kristnun Skandinavíu? Meinarðu bara hvernig þetta passa við eða hvernig Já, þú tala um þetta friðsamlega narratív sko. Já. Hvernig passar það við til dæmis það sem gerist í Skandinavíu og Norður-Evrópu þarna á svipum tíma? Sko, við þekkjum kannski þessar frásagnir bara þar sem að bara af þessum svona konungum, germansku konungum sko sem að vaða yfir hvað að segja heiðna innan gæsalappu andstæðinga sína og hefur verið talað um fjölda átökur í því samhengi og svo framvegis sko kristnun Skandinavíu sko og við getum sett talað um hana líka eða sem sagt þar hefur verið lögð áhersla bæði á sko trúboðsferðir sko og svo kannski í seinni tíð líka verið lögð mikil áhersla á það að konungarnir komu þessu til leiðar konungar sem hefðu ákveðið að gerast kristnir að kristnin væri það sem væri heppilegt fyrir þeirra umdæmi. Einmitt, og frásögnin sem að við lesum í Íslendingabók, hún snýst í grunnum það að Ólafur Tryggvason sendir trúboða til Íslands. Já. Og þeir í rauninni koma þessi kring, svo að segja. Já. Einmitt. Og en samt sko með eru í talsambandi við heimamenn sko og það eru höfðingjar sem að taka við boðskapnum sko og svona keyra hann dálítið áfram samkvæmt þessari frásögn og síðan koma því og svo var sem sagt útkoman þessi sko. Já. Hvernig svona stendst þessi frásögn tímans tönn? Hvað heldur að hafi raunverulega gerst? Hvernig er þetta langtíma þróun? Er þetta einn atburður? Hvernig hugsaðu það? Sko, þetta náttúrulega líkil spurning sko og góð spurning hvernig stendst þessi saga tímans tönn sko mínum að þá þetta bara svona kannski það kannski ekki ástæða til þess að og getur svo sagt það sko að þessi frásögn hefur náttúrulega verið diskuterað fram og tilbaka af fræðimönnum í tíðina sanngildi hennar og svo framvegis. Þetta það áhugavert út af fyrir sig sko, en ég sjálfur kannski hef ekki dvoðalega mikinn, er ekki dvoðalega spenntur fyrir að skoða hana eitthvað meira en hefur verið gert nema bara að þessu marki að sko, hún gefur ákveðna einsýn í eitthvað svona moment sem að virðist hafa og sem að síðan fær mjög mikið pláss í hvað við segja, söguritun og ekki bara í söguritun heldur kannski bara í sko sjálfsmyndar sköpun Íslendinga sko, þannig að þetta verður svona alveg eina af þessum klassísku frásögnum í okkar í hvernig Íslendingar hugsa sig og sína eigin sögu þannig að þessi saga hefur náttúrulega og Ari náttúrulega sem þessi mikli sagnfræðingur og að þetta er svona er á þessum svona mikla stalli sko ég á því að það þurfa að horfa á þetta bara frá mörgum hliðum kristnunarferlið þetta var ekki bara eitthvað svona quiz bang boom sko allt í einu bara allir orðnir kristnir sko og þetta er nú kannski svona dálítið það sem hefur verið sem að fræða fólk hefur verið að leggja áherslu á undanfarna áratugi og lengur þetta var ekki bara einhver einn atburður sem að gerðist svona sko
þó að þetta getur vel verið að hafi gerst einhvern veginn svona sko og bara engin endilega ástæða til þess að draga það eitthvað voðalega mikið í efa sko. Það má kannski túlka svona ákveðin atriði, þú veist hvað var í gangi að undir feldinum, þú veist að þetta hefur líka verið svona skoða, þú veist er þetta eitthvað sjamanismi, þú veist þetta það er kenning sem hafa verið sett fram, Jón Hnefill Aðalsteinsson setti þá kenningu fram sko, þannig að þú veist að við getum svona talað einhver svona einhverja þætti í þessari frásögn en það að mínu viti þarf að skoða þetta bara frá mörgum sjónarhornum og ég hef stundum talað svona 3 sjónarhorn það er að segja og sem að endurspeglast að vissu leyti í heimildum og þá í fyrsta lagi erum við með þetta, hvað ég að segja þetta sjónarhorn sem við sjáum kannski í Íslendingabók þar sem að, vissulega þá kemur einhver svona frumkvæða utan en þá enga síður eru það þá Íslendingar sem að taka þessa ákvörðun sjálfir, að það sé best fyrir þá sjálfa að gerast kristnir og þannig að það er svona frumkvæði hvað var að segja höfðingjastéttarinnar eða þeirra sem að halda völdin og það er frumkvæði þeirra að kristnun sé rétt ákvörðun og kristnin séu trúin sem að eiga að vera á Íslandi og við sjáum þetta sjónarhorn sko hefur verið bara áberandi í skrifum fræðimanna og þá kannski sérstaklega þeirra sem að svona leggja áherslu á ef að segja kannski svona pólitíska eða svona greina þessa atburðarás út frá pólitískum hagsmunum, efnahagslegum hagsmunum yfirstéttarinnar á þessum tíma þannig að þetta sjónarhorn er náttúrulega skiptir máli og til þess að skilja að það voru líka einhver svona hagsmunir í húfi fyrir Íslendinga að gerast kristnir og það hafa margir sakfræðingar og fræðimenn lagt áherslu á þetta. Síðan er kannski annað sjónarhorn sem við getum talað sem er þá sjónarhorn hvað að segja, svona kirkjustofnunarinnar og við sjáum það til dæmis í heimildum að borð við sögu Hamborgarbiskupa eftir Adam frá Brimum þar sem að Íslendingar eru ekkert kristnir fyrir að fyrsti biskupinn hafi verið vígður, Ísleifur og þannig að þá er í rauninni kristnunin, það var samansætmerki milli þá þess svona stofnanalega kjörnings, getur við sagt sko. Það er hvað, 1056? Já, þannig að það er þetta svona annað sjónarhornið og þessi áhersla á þessi svona stofnanalegi vinkil sko, kirkju á kirkjuna og hvað ég að segja svona mikilvægi hennar og þýðingu hinnar stofnanalegu uppbyggingar og fyrir kristnunarferlið að þetta hefur verið rannsakað talsvert mikið á undanförnum áratugum, getur við sagt undanförnum áratugum, hefur segið síðustu 20 ára það sem hefur verið að leggja á það sem að þetta hefur verið greint fram og tilbaka og þá skiptir máli sko tengsl Íslands og íslenskra biskupstóla og íslenskra biskupa við kirkjustofnunina annars staðar og þá á Norðurlöndum og þú veist við erkibiskupsstólana sko sem að og náttúrulega sérstaklega mikilvægur þá stóllinn Niðarósi en svona áður en hann var stofnaður skipti líka máli að skoða tengsl við Lund og þar áður við Hamburg Bremen sem að sem var náttúrulega svona þessi fyrsti erkibiskupsstóll sko og þar sem að og Ísleifur var vígður að erkibiskupnum þar sko, Adalberti og þannig að og það er ekki bara sko, þetta er ekki bara umræða biskupsstólana, þetta er líka umræða þá sögu klaustrana sko og það hefur líka verið svona lögð áhersla á það og við sjáum það í rannsóknum til dæmis hjá Steinunn Kristjánsdóttur, hún hefur skrifað dálítið þetta í sínum klaustrararannsóknum sko og Gottskálk Þór Jensson hefur líka skrifað mjög fína grein þetta sko
og svo hef ég svona dálítið tekið þátt í þessari greiningu svona frá ákveðnu sjónarhorni. Og við tölum 3 vinkla, við erum komið með 2 Já. og 3. vinkillinn þá kannski bara svona þessi og og við tengjum það við svona einhverja ákveðna heimild, þá getum við talað það, tengt það bara við landnámu, þar sem að fjallað að kristni hafi einhvern veginn verið í landinu sko frá upphafi sko. Já, þá erum við að tala það að kristni hafi svona og trúarbrögðin og trúin hafi svona borist á milli fólks og hafi í rauninni verið svona, hvað að segja, svona í frjálsu flæði bara eins og á milli fólks og bara eins og með trúarbrögð og sem sagt útbreiðslu trúarbragða og svona þessa dýnamík sem að fylgir þessari þróun sko, þá hittist fólk á ýmsum stöðum og fólk hittist á markaðstorginu og á ferðalögum og þannig breiðist kristnin út sko, svona kannski svona tilviljanakennt að einhverju leyti sko og það skiptir líka máli að hafa þennan vinkil í huga sko. Einmitt. Sko, mér langar kannski aðeins að það eru svo 2 stórir vinklar á þessum atburði eða þema. Það annars vegar svona að sýnist mér vera, það annars vegar orsakirnar og undanfarin og svo afleiðingarnar eða sem sagt svona eftirmálarnir breytingar sem verða á íslensku samfélagi í kjölfar og vegna og svo framvegis. En áður en við förum í það, þá langar mér kannski aðeins að spyrja þig sem sagt þessa stofnun, sem sagt Rómarkirkjuna. Hún á sér talsvert langa sögu áður en hún festir land á Íslandi og ég veit að þú hefur jafnvel talað um hana sem svona eitthvað svona heimsveldi, empire. Já. Getur þú gefið okkur smá bara yfirlit það hvaða stofnun þetta bara í rauninni frá því að hún stofnuð og þangað til hún lendir á Íslandi í kringum árið 1000 og hvaða ferli í gangi sem að Ísland verður síðan hluti af þarna á þessum tíma. Getur þú svona leitt okkur aðeins inn í það? Þessi 1000 ár? Já, ekki bara, ég byrði ekki meira, 1000. Já, einmitt, hvað maður að byrja sko, saga Rómarkirkjunnar sko, það náttúrulega mikilvægt að muna bara að Rómarkirkjan kirkjan í Róm var náttúrulega bara einn svona biskupsstóll af nokkrum mikilvægum í upphafi og páfinn í Róm það bara Rómarbiskup og Rómarbiskup í rauninni sem sagt arftaki eða eftirmaður Péturs postula. Og það eru ýmsar helgisagnir til það náttúrulega, hvernig Pétur kom til Rómar og tókst þar á við keisarann á Sankt Páli og það eru svona helgisagnir til þetta sko, en svona sagt hefðinni þá Rómarbiskup, þá fyrsti Rómarbiskup þá var það Pétur Pétur postuli, þannig að þessi saga sko náttúrulega byrjar þar, getur við sagt. Síðan það náttúrulega allt önnur umræða sko, hvernig getur bakkað þetta allt saman upp sögulega, sagfræðilega sko. Þannig að en bara til þess að byrja einhvers staðar sko. Svo þetta náttúrulega bara mjög löng og flókin saga við getum sagt að þessi það svona ýmsar ástæður sem að urðu þess valdandi sko að kirkjan varð jafn áhrifamikil og hún varð í Vestur-Evrópu á miðöldum og ármiðöldum kom dálítið svona inn í þetta rými sem að skapaðist þegar vesturrómverska veldið féll sko og það var bara svona við svo leti heppnir sko, við erum að góða leiðtoga sko á þeim tímapunkti. En já, en síðan í rauninni svona getum við sagt að það skiptir líka mjög miklu máli fyrir þróun kirkjunnar og Rómarkirkjunnar í Evrópu að hún bast svona dálítið tryggðarböndum við Frankakonung og síðan keisara og náttúrulega Karl Mikli Karl Mikli er lykil persóna í þessari sögu
og en það sem að síðan gerist sko og í þessari svona þróun og það kannski þar sem að Ísland kemur inn í þessa sögu að fólki innan kirkjunar, kirkjufólki í klausturum og víðar þykja áhrif leikmanna vera orðin ansi mikil innan stofnunarinnar, áhrif þá allra þessara aldamanna og fara að berjast svona eða svona reyna að berjast fyrir frelsi, sjálfstæði kirkjunar frá áhrifum veraldlegra yfirvalda. Já, það eru fursta og Við talum bara alla dópíuna sko, við erum að tala bara allt frá keisaranum sjálfum og þar náttúrulega fór baráttan fram á þessu stóra sviði sko á 11. öld sko milli keisara og páfa og þar sem að þeir tókust á með mjög svona, já það var stóra sviði sko en þessi átök voru á voru á öllum hvað var að segja, þrepum hírakíunar, þannig að það voru já, hvort sem að það voru þá furstar eða greifar eða sem að þeir kölluðu keisarabúið, það þá skrýðingardeilan. Þetta þessar svokölluðu tignarskríðingardeilur eða skrýðingardeilur sko, eða investitúrdeilurnar. Og hvað snýst það? Það snerust sem sagt bara það sko tignarskríðingardeilurnar snúast sem sagt í rauninni bara það hvor æðri keisarin eða páfinn. Hvort öflura, kröftura sko, hið andlega eða hið veraldlega sverð já, þannig að já, það snerust þessar deilur sko. Þannig að Íslandi síðan svona verður hluti af þessari stofnun eða þessu heimsveldi getum við sagt þegar kristnin berst hingað. Já, ég meit sko, það minnist á það sko að ég sé að kalla þetta heimsveldi sko það er alltaf að passa sig alltaf á því þegar maður að vinna með svona hugtök sko og þá þetta einhverju leyti svona ég var að segja greiningarhugtök eða svona vinnuhugtök sem við verum að nota til þess að varpa ljósi á svona einhvern sögulegan veruleika eða einhvern svona, já og auðvitað kirkjan ekki heimsveldi í þessum svona skilningi sem að við þekkjum sem að við þekkjum úr bara svona okkar þess að nútíma sögu sko og heldur en ég svona mér langaði samt að prófa sko að nota þetta hugtak þetta svona greiningar hugtak til þess að hugsa útbreiðslu kirkjunar Rómarkirkjunar á miðöldum bara vegna þess að það svo margt sem að líkt og með Rómarkirkjunni og heimsveldum og þá ég kannski sérstaklega að spekulara í annars vegar uppbyggingunni þar sem svona valdið hvað að segja svona berst að ofan og niður eftir einhverjum svona stofnanalegum í gegnum svona stigveldi sko og hvar ekki stigveldi ef ekki í rómversku kirkjunni sko eða í rómversk-kaþólsku kirkjunni eða miðaldakirkjunni eða hvað sem við köllum hana sko og svo hins vegar í sko þeim aðferðum eða þeim leiðum sem að svona stofnun notast við og þá ekkert endilega að tala að þetta sé einhvern veginn allt eitthvað plott eða plan sko. Þetta bara, við erum með þess að svona stjórnmálalegu eða samfélagsstjórnmálalegu samfélagspólitísku einingu eða fyrirbæri sem að hreyfi sig hægt en samt með okkurum hætti og það var svona það sem að ég að hugsa þegar ég að tala um miðaldakirkjuna sem veldi veldis svona í samfélagspólitískt fyrirbæri sem maður má svona hugsa í því samhengi og ég hef svona daldið leikið mér að því að vinna með þessa hugmynd sko
hugsa einmitt kristnunina í þessu ljósi, í þessu stærra samhengi, útbreiðslu og kirkjunnar eða útþenslu skulum við segja, útþenslu kirkjustofnunarinnar til norðurs á þessum tíma, og Ísland er sem sagt hluti af þessari þróun. Þannig að það er ekki bara Íslendingar taki upp ákveðin trúarbrögð og fara að trúa okkur öðru, þeir ganga inn í ákveðna stofnun og ákveðið svona stigveldi. Já, og í rauninni gangast inn í ákveðið svona valda samhengi, og gangast í rauninni undir svona inn í svona gangast undir, ef maður segja það þannig, völd sem eru annars staðar, valda kerfi og valda miðju sem er annars staðar, og það er Róm. Menn hafa bent á það Já. að höfðingjastéttar í Íslandi hafi séð ákveðna fjárhagslega hagsmuni í því Já. að gerast kristnir, og menn hafa tengt þetta við upptöku 1097. Já. Finnst þér þetta að vera samfærandi rök? Já, sko, mér finnst þetta náttúrulega, auðvitað þarf að taka þetta með, þarf að taka þetta með inn í reikningin, sko, en það sem hefur verið svona daldið í gegnum tíðina og svona verið daldið áberandi, og að segja, ég talsveit lengi bara síðan frá því að þetta var, frá því að Sigurður Nordal kom fram með þessa svona útskýringu, getum við sagt, og svo var þetta eins og og svo hélt Björn Þorsteinsson áfram með þessa umræðu, sko, og þróaði það áfram og undir sínum formerkjum og sínu svona marxíska módeli, sko, eins og þekkt er. En það sem að ég hef svona verið að svona tala að í þessu samhengi og svona kannski lagt áherslu á, og það er kannski svona mín aðkoma að þessari umræðu, að þetta er bara einn vinkill, og það hefur stundum verið svona, og stundum þegar maður lesir svona klassísku höfunda í þessum litteratúr, sko, að þá finnst manni svona og sem að eru ennþá dálítið áhrifamiklir, kannski ekki endilega meðal fræðimanna, hvað var að segja, svona samtíma fræðimanna sem eru náttúrulega alltaf að taka inn ýmis sjónarmið, sko, en þetta er líka, en er áberandi kannski svona, hvað var að segja, í söguskoðun út í samfélaginu, sko. En það verður líka að taka, ég verður svona að leggja áherslu á það, sko, að það verður að taka trúarbrögðin alvarlega, sko, og sannfæringarkraft trúarbragðanna alvarlega, og þó þetta hafi líka verið hagkvæmt, sko, og þá hef ég svona verið að leggja áherslu á að þessir svona höfðingjar og pólitíska yfirstétt, sko, að þetta hafi væntanlega séð einhver að þetta voru líka kristi fólk, sko, eða allavega séð einhvers konar eða hafa allavega svona verið trúarfólk, og það er kannski það sem ég verið að leggja áherslu á, sko. Þetta er ekki kaldbrefi að hagsmunumat og valdapólitík bara. Nei, einmitt, sko, ég hef ekki bara, sko, það verður alltaf að hafa allar þessar sjónlinsur í gangi, sko, en það má ekki einvera og kosta hinnar, sko, það verður að halda þessu inni, sko, og við sjáum það til dæmis í skrifum þessara svona klassísku höfunda, sko, og það er stundum þannig, sko, ég er oft svona bara innra með sjálfur mér, þú veist, að rífast við Sigurður Nordal og Einar Ólaf Sveinsson, sko, þó að þeir sé ekkit endilega alltaf eitthvað óskaplega áberandi samtíma umræðanir, sko, en þeir til dæmis lögðu áherslu á þar sem meðal fræðimanna, en út í samfélaginu þetta aðeins öðruvísi, sko, en þeir lögðu til dæmis á áherslu á að trúarlíf á Íslandi, kristið trúarlíf, að það hafi ekki verið þróttmikið, sko, og lögðu dálítið áherslu á, sko, að og ef maður les svona hvernig skrifa var íslenska miðaldamenningu á þessum tíma, og til dæmis á Sigurði Nordal og Einar Ólafi og ég var að segja
við getum líka tekið svona Halldór Laxness á vissum tímum ferilsins sko, það sem að draga upp mynd af íslenskri miðaldamenningu eins og hún sé svona dálítið sekúler sko, dálítið svona veraldleg hvað sem það og því hvort að það sé gagnleg kategóri til þess að tala miðaldir sko, það sé önnur umræða sko. En en þetta dálítið sterkt held ég í hvað að segja svona íslenskri menningu hefur verið það dálítið á 20. öld sko að miðaldamenningin hafi og sérstaklega þarna framan af að þetta hafi ekki verið voðalega kristileg sko, þetta hafi tekið langan tíma og þetta það náttúrulega líka umræða fyrir sig sko, hversu langan tíma tók það fyrir norrænu trúna að hverfa sviðinu sko, það en alltaf líka þetta element sko, það var líka bara einhvern veginn svona að lífsskoðurinn getur við sagt hafi verið einhvern veginn svona ótrúarleg og það sem þau talaði að það hafi ekki verið þessi mikli klerkaofsi sem var annars staðar í Evrópu sko, maður sér þetta í skrifum svona til dæmis svona á þetta sko. Já, ok. Þannig að þetta svona klassísk íslensk 20. aldar söguskýring þar sem að við fáum svona sögum Ísland sem eitthvað svona sérstakt dæmi þar sem að allt gekk fyrir sig á allt annan hátt en annar staðar og... Já, einmitt sko, það má segja það sko og þá náttúrulega kemur líka inn þessi hugmyndum sko bókmenntirnar og bókmenntirnar sem afurð þessarar menningar sko og þá bókmenntirnar sem sko í rauninni einhver leyti ótrúarlegar eða veraldlegar getum við sagt sko og verður til þessi hugmyndum bókmenntirnar miðalda textarna, sögurnar náttúrulega þessi miklu verk sko að þau hafi að höfundar þeirra hafi einhvern veginn ekki verið eða svona, ekkert verið neitt sérstaklega trúaðir einhvern veginn ekkert verið ekki trúaðir eins og fólk var annars staðar sko og þá verður til þessi hugmyndum svona half veraldlega og jafnvel einhver svona húmanista á miðöldum sko það sem að voru svona, hvað var að segja já, svona raunsæir og svona og svona objektífir í sínum lýsingum og svona var til þessi hugmyndum þessar þannig menningu og þannig bókmenntir sko. Já, þannig að þú veist meina að það er ekki bara að kristnin sé pólitísk, heldur pólitíkin líka kristin, þetta virkar einhvern veginn í báðar áttir. Já, ég held að það verði að horfa á það þannig sko og jafnvel þó að allir getur verið sammála sko, það allir sammála það að höfðingjastéttin var kristin að því leyti sko að fólk að höfðingjarnir voru að byggja kirkjur og það var náttúrulega bara frá því mjög snemma var bara kirkja á einhverju bæ eða sem sagt öðru hverju píli sko og mjög svona áberandi örugglega sko áberandi ég var að segja svona hluti af landslæginu og þessar kirkjur sko og hvernig þetta leit nú allt saman út og það hafa verið litlar kirkjur og það nýlega komið út ritgerðasafn sko það sem verið að fjalla einmitt þetta fyrirbæri litlar kirkjur á Íslandi og annars staðar þetta sett í samhengi við það sem er að gerast annars staðar sko í norðurinu Orri Vésteinsson og fleiri stýrðu þessari bók sko þannig að og svo voru höfðingjarnir sko vígðir margir hverjir, sérstaklega framan af minnkaði svona eftir því sem að leið á miðaldinnar þannig að þeir voru vígðir prestar og þannig að þarna kemur í trúalega og veraldlega saman í þessari yfirstétt. En af hverju skipta þessar hugmyndir máli? Hvað áhrif hafa þær? Hvaða af hverju finnst höfðingjum í Íslandi þessar af hverju höfður þetta til þeirra á einhverju svona hugmynda, einhverju trúarlegu lefi? Af hverju finnst þér skipta máli að við skoðum þetta út frá trúarlegu sjónarmiði, ekki bara pólitísku eða efnahagslegu eða hvernig sem það er? Já. Það er náttúrulega ómögulegt að segja sko hvað nákvæmlega var sko sem að höfða til höfðingjana sko eða þeirra sko eða hvað höfðaði bara almennt til fólks
það er svona, já, ómögulegt kannski, það er kannski dálítið stórt sko, en auðvitað er maður alltaf að reyna að svona hugsa út í það svona hvað er það í þessum textum sem að höfðar til fólks sko, það sem að ég hef svona verið að kannski leggja áherslu á í mínu rannsóknum sko, er að reyna dálítið fylla upp í einmitt myndina af því sko, hvað sko, og það við erum ofta að tala um kirkjuna sem stofnun og hvað voru hvað var kirkjufóristan að gera og hvaða hagsmunir voru í húfi og á hvaða grundvelli tók fólk ákvarðanir og svo framvegis. Svona þessi svona klassíska, hvað að segja, einhver leyti kannski stofnanasaga, pólitísk saga, stjórnmálasaga, svoleiðis. En ég hef svona verið að reyna að fylla upp í þessa mynd með því svona að skoða bara nákvæmlega, skoða svona allavega að því markið sem að heimildir leyfa, hvað var verið að, hvaða hugmyndir voru fyrir hendi í þessu svona kristna landslagi eða frumkristna samhengi á Íslandi sko. Hvaða hugmyndum var verið að halda á lofti og hvaða áhrif gætu þær hugmyndir hafa haft og hvernig fólk hafi tileinkað sér þessar hugmyndir. Og þar erum við með mjög ríkulega heimildagrunn getum við sagt sko, af trúarlegum textum. Og það er nú kannski það sem að ég kem sko, ég hef verið að fást við trúarlega texta á ýmsum sviðum eða á ýmsum tímabilum kristnisögunar. Og þar hef ég svona verið að leggja áherslu á sko að sko þessir textar, og erum við að tala sem sagt þessar svokölluðu dýrlingasögur eða helgisögur, sem tala heilara manna og heilara kvennasögur sko, hagiografían og svo ég var að segja hómiljur eða predikanir þeirra tíma. Og það er heilmikið til af efni, og þetta efni hef ég sem sagt verið að vinna ég hef verið að vinna með það að því að greina þetta efni einmitt með tilliti til þess að þess sko hvernig áhrif hugmyndina sem við finnum þarna í þessum textum getur hafa spilast út eða verið á þessum hvers konar áhrif svona textar geta haft. Og vegna þess að trúarlegi textar á borð við þessa og þetta eru textarnir sem að og ef við erum að hugsa sko og kristnunina og kristnunaferlið sko, og þá þýðir ekki bara að hugsa eitthvað það er að segja þá sem að tóku ákvarðanirnar og hvernig og þá sem að byggðu kirkjurnar eða þá sem að eða biskupana heldur, hvað var þetta fólk líka að tala og hvað var fólk að gera inni í kirkjurýminu, inni í trúarlega rými, hvað við verðum að tala og það finnum við í þessum textum og þessir textar eru ekki þetta er ekki hlutleysi textar. Þegar kemur svona þetta er ekki samfélagspólitískt einhvern veginn svona geldir textar sko. Nei. Og fyrir ekki, frá hvaða tíma eru þessar heimildir? Elstu handritin eru frá því miðja 12. öld, svona 1150, svona allra elstu brotin sko, en þannig að en það verður að hafa það líka í huga að þessi textar eru afrit og afrit af afritum, þannig að við getum svona rakið okkar aðeins aftar sko, þannig að við erum að tala í rauninni alveg elstu texta þegar við erum að hugsa sko trúarlega texta og heimildir trúna sjálfa sko, og þá eru þetta textarnir sem við þurfum að skoða sko. Og hvað er fólk að gera inn í kirkjurýminu? Hvað er að segja þarna á þessum tíma? Það er náttúrulega verið að messa öllum í kirkjum sko, og svo verið að syngja tíðir og í þessu svona þannig að það er þetta mikla helgihald og í kirkjunum og í klausturnum að þá
svona náttúrulega misjafnlega mikið eftir því hvar við grípum niður og hversu mikilvæg kirkjurnar eru og svona sko. En við getum sagt að það er stanslaust verið að vinna með þessa trúarlegu texta, lesa það upp, syngja þá. Þetta eru svona litla svona, ef við erum að hugsa það sko, þegar það verið að miðla boðskap og koma boðskap á framfæri í ákveðnu samhengi og ef við segum þetta í samhengi við kristnunina og hvernig hugmyndum er komið á framfæri og hvernig fólk tekur við hugmyndum, þá verður náttúrulega, og ef við hugsaum þetta bara og berum þetta saman við, þú veist, eins og maður að eiga útvarpsstöð, eitthvað þannig sko, þá voru eða útsendingar stöðvar eða þannig sko, þá voru það kirkjurnar, þarna var eða þarna var verið að miðla hugmyndunum og verið að lesa upp úr þessum textum, og það er síðan út af fyrir sig sko, þú veist hversu mikið var á latínu og hversu mikið var á móðumáli, að textan sem við eigum eru og sérstaklega þessi textar sem ég var að skoða er á móðumálinu, þannig að þeir hafa svona þannig að þeir hafa verið aðgengilegir allavega fólki sem kunni ekki latínu. Segjum bara ég bý í Skálholti á 12. öld og það er messa og sunnudegi væntanlega, er ekki? Bara eins og Já, bara í rauninni, það er náttúrulega messa á mörgum helgum dögum sko, og oft er messa á hverjum degi og það er þetta kirkjuár sko. Það eru sanctorale, temporale, þú veist, þetta dýrlinga almanak og það sem er verið að halda upp á hátíðir dýrlingarna sko, og svo er líka bara kirkjuárið sjálft það sem við þekkjum, þú veist, jól, páska, hvíts svona. Hvernig fer þetta fram? Ég meina það er einhver hluti á latínu og hvað vitum við og hvað heldur þú? Já, sko það var náttúrulega viss hluti messunar bara alltaf verið á latínu, bara verið bara svona ákveðna svona grunnþætti messunar sem að þessi föstu liðir sem að hafa allir verið á latínu og alveg sama sko hversu lélegur í latínu þú kannt að hafa verið sko, þó þú væri vígður sko, þá þurftir allavega að mínum mati sko að komast í gegnum svona þessa föstu liði og svona þessi grunnatriði messunar sem að tilheyra. Síðan held ég að sé nú og sérstaklega á þetta að við höfum alla þessa texta á móðumálinu sko, að þá held ég að hljóti að vera að það hafi verið svona íbland verið að lesa upp að þessi textar hafa verið notaðir í helgihaldinu þegar var verið að lesa ákveðna dýrlinga og lesa sögur þeirra í ólíku samhengi náttúrulega. Þessar dýrlingasögur hafa örugglega verið notaðar bæði í helgihaldi, en síðan vitum við líka að fólki fannst bara gaman að lesa þessa texta og bara eitthvað lítil yndisauka eða getur sagt sem svo sko. Getur til þetta skemmtunar, ég veit það ekki, ég hef ekki allt, eða þú veist að eða jú, þetta getur verið spennandi textar sko, ég vil ekki ganga svo langt að segja þetta sé leiðilegir textar, það hefur verið gert gegnum tíðina, ég ætla ekki að stökkva á þann vagn sko, en síðan líka erum við með bara hómilíubókina til dæmis, þetta merkilega safn af mjög ólíkum textum, getur verið að þetta hafi verið einhver svona handbók eða svona safn sem að einhver klerkur hefur átt sko og augljóslega með texta á móðumálinu sem að hafa örugglega verið lesnir upp fyrir fólki sem hafa komið á staðinn og það hefur verið fólk að ýmsum toga og ýmsum svona hvað við segja, ýmsum lögum samfélagsins sko. Einmitt. Það hefur verið spennandi, kannski byrja einhvers staðar heiðin íslensku bóndi, svo kemur alltaf ný trú, ný kirkja. Alltaf búið að reisa kirkju rétt hjá, það lítur að hafa verið svona svolítið atburður. Já, en ég hugsa nú að fólk hafi svona vita af þessu sko á þessum tíma, þetta er náttúrulega fólk hefur vita hvað var í gangi og heyrst af því að jú, það er þessi nýja trú og nýja trúarbrögð og þannig að það hefur nú kannski, jú, verið spennandi sko og
og þetta hafa verið einhverju leyti átök sko og það er þar sem að ég myndi nú kannski svona vilja stilla mér aðeins upp á móti þessari hugmynd friðsamleg trúskipti sko að þó að við séum ekki endilega að tala einhverja óskaplega blóðsúthellingar eða eitthvað svoleiðis sko, en þá vil ég leggja áherslu á það að svona mikilsverður og þýðingamikill atburður á borð við trúarbragðaskipti að þau fara aldrei átakalust ganga aldrei átakalust fyrir sig og þar sem að hugmyndir og ólíkar heimsmyndir, lífsskoðanir ef við notum svona nútímalegt orðfæri sko, eru að takast á og já, þannig að þetta er svona já, þannig að þetta hefur verið bæði spennandi og svona spennu þrungið og svona eitthvað átök í gangi sko, þetta, já, svona samfélagsleg menningarleg átök sem að voru þarna bundin við þetta ferli sko. Já, einmitt. Ekki bara aðeins í lokin sko, svona, hvernig þetta spilast út aldirnar á eftir. Það er líka talsverður fjöldi af erlendum mönnum sem kom hingað, einhverjir allavega, og eru biskupar yfir Íslandi og svona, hvaða máli er mikilvægt að hafa það í huga? Með sér svona, ekki einhver enskir biskupar og eru menn að koma utan frá til að kynna þetta fyrir Íslendingum í svona þessu stofnanalegu samhengi eða sko, ég myndi náttúrulega bara svona leggja áherslu á það sko að eftir því sem að tímanum vindur fram, eftir því sem að sögunum vindur fram, að þá eflist kirkjustofnunin og það þéttist alltaf, ef að segja svona tengslin við hvað ef að segja já, bara Skandinavíu og önnur svæði náttúrulega líka sko og það getur tekið á sig svona ýmsar birtingarmyndir sko til dæmis það að koma biskupar annars staðar frá sko, en líka vitum við það bara að biskuparnir sjálfur voru bara í mjög góðum og þéttum tengslum við yfirboðara sína á erkibiskupsstólunum sko, og það voru heilmikil ferðalög á milli og það er svona þessi hugmyndum að íslenska kirkjan hafi verið svona, hvað var að segja úr tengslum við það sem var í gangi annars staðar, að það er held ég sko ekki endilega svona held ég gagnlegt að hugsa þetta samhengi þannig sko auðvitað er Ísland jaðar í þessu stóra kirkjulega samhengi og það er svona ákveðin svona já, ég var að segja sko já, og Ísland sem jaðarsvæði sko, það verður að hugsa já, það er svona ég var að segja bara, það er nýlega Joel Anderson nýlega búinn að skrifa bók það einmitt sko, hvernig er hægt að hugsa íslensku kirkjuna sko á þessum fyrstu öldum kristninnar og reyndar fennar langt inn á miðaldir líka að í samhengi þess sko, hversu mikil áhrif voru að utan sko, hversu mikil áhrif og hvernig unnu íslensku biskuparnir úr þessum áhrifum sko og það virðist hafa verið með svona frekar skapandi hætti og það er kannski svona einkenni á íslensku kirkjunni á þessum tíma sem kirkju sem á jaðarsvæði sko, og þeir nýttu sér það frelsi sem að þeir gátu tekið sér sko, án þess að vera einhvern veginn úr algjörum tengslum sko, úr það sem að var að gerast á meginlandinu og í Skandinavíu en þeir höfðu aðeins meira frelsi til þess að svona gefa aðeins meiri sveigjanleika, útfæra hlutina dálítið eftir eigin höfði vissu kannski líka að þeir væru að sveigja viðmið og reglur þannig að þeir voru meðvitaðir það sem var að gerast annars staðar, þeir voru í tengslum og voru náttúrulega
bréfaskipti og það voru ferðalög og þetta var ekki einangrun en samt var Ísland svona íslenska kirkjan hafði sín sérkenni út af þessari landfræðilegu stöðu við, hvað var að segja, enda heims, kristna heims. Já, ég kannski spyrði bara hérna alveg í lokin. Sko, þú skrifaðir doktorsritgerð um kristnivæðinguna eða svona þetta ferli, efni. Af hverju öðlaðistu áhuga á þessu? Af hverju finnst þér þetta áhugavert? Af hverju finnst þér þetta skipta máli? Sko, ég kem að þessu náttúrulega úr þessari átt að ég í rauninni hef í lengri tíma verið að skoða bara trúarlega texta og ég byrjaði í rauninni að skoða trúarlega texta, frumkristna texta bara á fyrstu, annarra, þriðju öld þannig að það í rauninni minn upphafspunktur og svo í rauninni en hef samt alltaf haft mikinn áhuga á svona, ef að segja svona pólitísku gildi trúarinnar og gildi trúarlegra texta og svona hvernig trúarlegi textar geta verið hlaðnir af pólitískri merkingu og haft mikil áhrif þannig. Síðan bara gerist það að ég fór að það voru bara svona ýmsar ástæður fyrir því að ég fór að skoða svona hvaða trúarlegu textar eru til í okkar svona íslenska samhengi og þá blasti við að það voru þessar dýrlingasögur og ég byrjaði að rannsaka postulasögurnar og fór síðan að sjá að og þessir textar sem hafa ekkert voðalega gott orð á sér, ekkert mikið svona það voru þungavittar bókmenntafræðingar eins og til dæmis Finnur Jónsson og svona sem að skrifuðu bara og fannst það allt í lagi að skrifa og náttúrulega að gera það en þetta svona, en maður hefur séð það koma upp aftur og aftur þetta eru leiðilegi textar það er alltaf verið að tala um það sama endurtekningasamir og bara alveg bara ótrúlegt að fólk skuli komast í gegnum þetta en þegar ég var að skoða þessa texta þá sá ég bara texta sem voru fullir af pólitísku sprengikrafti og það er svona dálítið það sem ég var að gera í minni bók að reyna að greina dálítið hvaða hugmyndir og hvaða hugmyndir sem að hafa þá samfélagspólitískt vægi þarna að finna og hvernig geta þeir mögulega hafa spilast inn í þetta ferli sem að náttúrulega þetta mikilvæga ferli og ótrúlega þýðingar miklu breytingar sem voru að eiga sér stað á þessari eyju á þessum tíma og þess vegna legg ég áherslu á að þessir já, það er svona, þaðan kem ég og eiginlega minn svona stökkpallur inn í þessa sögu það eru þessi trúarlegu textar og þeirra samfélagspólitíski slagkraftur. En þegar þú segir pólitískur sprengikraftur, hvaða hugmyndir eru það? Við hvað getur þú komið dæmi? Bara mér finnst það áhugavert. Já, við getum bara hugsað til dæmis bara þessi hugmynd bara, ef við förum bara svona alveg svona svona grunnhugtak bara hugmynd vald sem að tala sem þá veldi í þessum textum og bara þessi pæling að það sé til vald sem að teygir sig lengra en maður kannski hugsaði í fyrstu teygir sig og ekki bara upp eftir stigveldunni og við erum kannski að tala veldi postulegt veldi sem að teygir sig ekki bara upp eftir stigveldinu og svo endanum til Rómar heldur inn í handanheiminn og bara allalega upp til Guðs. Þú veist, það er bara þessi hugmynda kynnt þarna og þessu valdi er oft stilt upp á móti veraldlega valdi og þessi hugmynd er kynnt þarna á þessum síðum og það við erum alltaf að sjá það aftur og aftur átök á milli hins veraldlega og hins trúarlega og þá eru
fulltrúar kirkjunnar í þessum textum eru alltaf að vinna með þessa tegund vald sem að augljóslega frá þeim sjónarhóli náttúrulega miklu máttur af vald en hvað annað sko, út af því að það tegir sig alla leið sko, upp í himnana sko. Og svo bara svona ýmislegt annað, bara hugmyndir það hvernig við búum hugmyndir til dæmis bara okkur og hinn við og hinn, það verið að draga upp línu á milli á milli okkar sem erum kristin og svo allra hinna sem eru andstæðingar okkar sem að geta verið trúvillingar eða fólk af öðrum trúarbrögðum eða hvað eina sko sem að taka það á sig ákveðna myndir andstæðingar kirkjunnar og taka á sig ákveðna myndir í þessum textum sem að ég held að augljóslega hafi líka komið svona spilast inn í hið samfélagslega svona inn á hið samfélagspolítíska svið sko, þar sem að fólk verið að vinna með þessar myndir og þessar stereotypur og þessa, hvað að segja, orðræðu sem að við getum fundið í þessum textum sko. Hvað með siðferði? Talaði ekki Nietzsche að kristnin hefði útrýmt höfðingja siðferðinu sem er kannski ráðandi á Íslandi í Íslendingasögunum og svona. Já. Er siðferði eitthvað svona einhver snarþáttur í þessum pólitísku pælingum eða kannski ekki? Sko, kannski ekkit mikið í þessum trúarlegu textum sko, jú, kannski svona innanum og saman við sko, en jú, það við sjáum það að hluti af og það eru aðrir fræðimir sem hafa skoðað þetta kannski betur en ég sko, en til dæmis hugmyndir hvað að segja, svona hjónaband eða samband fólks að við sjáum að eina fyrsta svona gagnrýnin sem að kemur úr áttinni frá Niðarósi og frá erkibiskupnum að þeir eru að gagnrýna sko það er að segja kvennafar höfðingjana sko og þeir eigi margar frillur og lifi búfjárlífi og að því marki sko, þannig að jú, það svona fylgir náttúrulega kristninni svona eða kristnunaferlinu svona ákveðnar siðferðishugmyndir sko, en kannski ekki vola mikið í þessum textum sko sem ég að tala um. Kærar þakkir fyrir að hlusta á Íslandssöguna. Í næsta þætti mun ég ræða við Steinunni Kristjánsdóttur klausturhald á miðöldum. Ég minni jafnframt á Patreon síðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan, en þar hægt að velja 3 flokka og velji fólk þann veglegasta færð að nafn sitt lesi upp í lok þáttar. Og þeir sem hafa ákveðið að leggja okkur lið á þann hátt eru Agnar Tómas Möller, Erla Dóris Halldórsdóttir, Úlfar Bragason, Jón Axelsson og Ársæll Valfells. Og kann ég þeim allra bestu þakkir fyrir stuðningin. Þannig að, ef þið viljið bætast í hópinn og skrá okkur á spjöld Íslandssögunar þá er það patreon.com/Íslandsagan.